Hver og hvar skógarauðlindin? Arnþór Snorrason, sérfræðingur hjá Land og skógi. Gjörðu svo vel. Já, góðir fundargestir. Ég fékk hennar góða titil bara upp í fangið og vísu sagði Brynja við mig, ég geti nú breytt titlinum, en ég bara tók áskorun og hélt mig við þennan titil eins og hann og ætla að reyna að komast að því hver skógarauðlindin að hluta til og líka hvar hún á landinu. Ég ætla ekki að lesa yfir þennan lista þarna, þetta svona það sem ég ætla að fjalla og ég ætla bara að segja ykkur frá svona hugtakinu auðlind. Við notum þetta yfir ýmsar þætti sem að við nýtum okkur til okkar viðurværis og sumir af þessum þættir eru hluti af lífríkinu og þeir eru oft þeir viðkvæmustu og það eru auðvitað mörg dæmi það að við höfum farið illa með þá. Og þetta svona jafnvægislist að passa upp á þær auðlindir og ef við viljum að þær eflist þá verðum við að sjá til þess, gera það ekki sjálfar. Ég ætla að byrja svona aðeins að færa mig nær efninu sem ég ætla að fjalla og með því að skoða þetta skemmtilega verkefni sem hét Hagur Heiðmerkur sem var farið í fyrir meira en áratug síðan í Heiðmörk og þar var reynt í fyrsta skipti að taka til allra þátta sem hafa áhrif á sem sagt verðmæti skógarins og bara svæðisins Heiðmerkur. Það svæði var valið. Þetta var ágætisverkefni, ég tók þátt í þessu verkefni, bæði í sambandi við sem sagt, mælingar á skóginum og þá mati á kolefni. En þegar maður skoðar þetta verkefni þá bara mjög athyglisvert að sjá að það eru ekki timburnytjarnar, það ekki miðlun vatnsins, sem sagt, gvendabrunandir, það ekki binding kolefnisins sem skipta mestu máli og eru verðmætast hlutin. Það sem verðmætasti hlutin snýr á okkur fólkinu sem notum svæðið og þarna eru stóra tölur, þetta eru sem sagt heildarverðmæti yfir langan tíma eru metin þarna fyrir sem sagt þessa menningarlegu þjónustu 32 til 82 milljarðar sem er 92% af þessum verðmætum sem voru metin þessum tíma. Vísu var þessi tala í doktorsritgerð David Cooks lækkuð aðeins en samt sem áður hún margfalt á við önnur verðmæti sem á þessu svæði. Og ég ekkert viss að það vont að hafa mist bæjarstjórinn hérna út á fundinum, en ég ekkert viss allt sveitarstjórnarfólk gerir sér grein fyrir þessu, hvað þessir útivistarskógar, þessir skógar við þéttbýlin eru gríðarlega verðmæt. Og það ágætt að hafa það í huga. En ég ætla ekki að fjalla alla þessa þætti, ég ætla að fjalla þann þátt sem hefur kannski ekki verið fjallað svo voðalega mikið en það timbrið, sem sagt verðmæti sem í timbrinu. Og við erum að hafa það í huga að allt frá upphafi skógræktar þá hefur timburframleiðsla verið meginmarkmið og það hægt að skipta síðustu skógaröld og líka fram á okkar tíma þetta skipta þessu þrennt. Það þessi fyrsti tími fram af seinni heimsstyrjöld þar sem var verið að friða birkiskógana og ástæðan fyrir því að var farið af stað með þessar aðgerðir og skógræktin var stofnuð, skógrækt ríkisins var stofnuð, það var það að menn sáu að það vantaði eldivið í landinu. Þetta svona svipuð staða hjá mörgum vanþróuðum ríkjum. Að vöntun og eldiviði bara var mjög alvarlegt mál á Íslandi. Þannig að friðun birkiskógarleifanna sem voru
skipti þar verulegu máli til þess að reyna að auka þá eldiviðarframleiðslu úr þeim skógum. Og það er alveg fram yfir seinna stríð, þá er eldiviðarhögg á Íslandi bara töluvert mikið. Og það mikið að það má leiða því líkum að í sumum árum þá var eldiviðartekja svo mikil að hún var ekki sjálfbær. Þannig að það er olíuöldin sem kemur með seinna stríði sem að slær á þetta og eldiviðar framleiðsla hættir. En þá tekur við önnur öld sem þá, getum við sagt, ef við tölum einhverja persónu, Hákon Bjarnason kemur til starfa rétt fyrir stríð og hann kynnir þá inn margar nýjar trjátegundir frá Alaska og þær trjátegundir voru kynntar sem þá timburtré til þess að búa til timbur bæði þá til þess að búa til borðið og til þess að búa til þá iðnvið í alls konar framleiðslu. Þannig að við fórum frá því að framleiða eldivið yfir í gagnvið. Síðan byrjum við að gróðursetja mjög mikið upp úr 1990 þegar byrjaði þá fyrsta landshlutaverkefnið á Héraði, Héraðsskógar og landgræðslu skógaverkefni fyrir á stað. Þá er eiginlega breytast áherslurnar, það er verða svona fjölbreyttari og við erum eiginlega komin meira út í svokallaða fjölnytja skógrækt, við erum byrjað að rækta miklu meira birki, alls konar víðitegundum og þær eru augljóslega ekki ræktaðar til timburnytja. Þannig er það. En ég ætla sem sagt bara að einbeita mér af viðarmagninu og það er svona alþjóðleg eining sem er notuð þar og það er það sem að ég vil kalla vaxandi viðarmagn, ég vil kalla það stundum standandi rúmmál, það er kannski vaxandi viðarmagn er betri þýðing á enska heitunum growing stock og þetta er svona alþjóðlegt magn sem er notað allan heim og menn er að bera sér saman á milli landa og svo framvegis. Og það sem umræðir er sem sagt þá bólurinn á trénu, toppurinn og börkurinn á bolnum en ekki stubbur og neðra hluti. Þetta er þá hluti sem að fer þá í einhvers konar timburnýtingu. Af hverju velja vaxandi viðarmagn? Það var sem svona einingu til að fjalla í þessum fyrirlestri. Það er út af því að þetta er mjög samanburðarhæft fyrirbæri og önnur lönd skila inn svona gögnum til FAO eins og við gerum líka á 5 ára fresti og það sem er líka gott við þetta er að það er sett 10 cm lágmarki brjóststæð þannig að við erum eiginlega eiga við auðlind sem er að einhverju leyti tiltæk núna. Við sjáum þessa auðlind þá mælda og hún er að mestu leyti tiltæk núna eða í mjög náinni framtíð. Því það þetta 10 cm þak er á stærðinni. Það eru ýmsir gallar við að nota þetta samt. Þegar maður nota svona 10 cm mark, þá er það þannig að yngri trén sem er að vaxa upp í þessa stærð, þau hoppa allt í inn og þau svona íkja vöxtinn í skóginum sem er mældur. Þannig að maður þarf svona dálítið að vara sig á því og þarna er líka talið með rúmmál topps og toppurinn er alltaf meira og minna skilinn eftir í skóginum. Síðan er það að hluta af þessu vaxandi viðarmagni, hann er ekki tiltækur og ég áttur að koma að því seinna. Við þurfum aðeins að rifja upp þetta með skógarskilgreiningarnar. Ágúst minntist á það áðan. Þær eru mjög mismunandi. Við höfum þessa íslensku skilgreiningu sem við hefum notað töluvert lengi að telja allt skóg sem nær 2 metra hæð fullvaxta eða meira en í alþjóðlegu samhengi notaði 5 metra hæð fullvaxta eða meira. Og þegar við skilum gögnum til að fá til dæmis alþjóðlega stofnana þá þurfum við að halda okkur við þær skilgreiningar og þá er skóglend á Íslandi 60.000 hektarar eða 0,6% af landinu. Aftur á móti með okkar skilgreiningu er það mun meira yfir 160.000 hektarar því við tökum það stóran hluta birkiskóginum með.
En þetta þegar maður alltaf að hafa í huga svo maður sé ekki að bera saman epli og appelsínur þegar maður að bera sér saman við önnur lönd. Við höfum sem sagt skilað inn tölum til FAO allt frá árinu 2000 og þegar við byrjuðum fyrst að skila inn tölum yfir vaxandi viðmagn þá vorum við svona dálítið að ofmeta það. Fyrsta talan 1 milljón rúmmetra sem var skilað inn árið 2000 og síðan, og það var Þröstur sem að skilaði inn þeirri tölu, síðan skilaði ég inn tölu upp á 3 milljónir eftir 5 ár og þetta bara sýnir það að þegar við höfðum ekki þessa íslensku skógrækt þá vorum við bara að skjóta út í myrkrið algjörlega, við vissum ekkert hvað við vorum að gera og það er ekkert að treysta mikið á þetta. Og það er ekki fyrr en við erum búin að vera að mæla í 5 ár eða meira í íslenskri skógrækt að við getum farið að skila tölum sem er hægt að treysta á og þið sjáu þarna 2015 að þarna þá verið að skila tölum 2015, 20 og síðan aftur 25 og það er mjög lítil breyting á tölunum fyrir árið 2015. Já. Þannig að þetta sýnir það að við þurfum að gera þetta vel og mæla þetta raunverulega. Og hvernig, ef við berum okkur saman við önnur lönd þá erum við auðvitað með mjög lítið skógarflatarmál miðað við hvað landið er stórt. Og það eru þarna nokkur lönd í Evrópu sem eru með kannski jafn mikið viðarmagn og vaxandi viðarmagn. Þarna Andorra og Liechtenstein, en þetta eru skógarlönd sem eru bara örríki, mjög lítil. Það er helst að það sé Djibouti í Austur-Afríku sem líkist okkur og það er bara eyðimerkurríki eins og þið sjáu þarna við Rauðahafið og þeir eru með eitthvað 0,3% skógarþekju og við erum með 0,6%. En hvernig eru þessi skógar? Ef við skoðum þá þetta vaxandi rúmmál og hvernig skiptist það? Og það eru þá aðaltegundirnir þar eru þá rússa og síberulerki, stafafura og siggagrinni og aðeins á alaskösp. En þessar tegundir taka ekki jafn mikið flatarmál og viðamagnin bendir til að því þetta eru hávaxnar og stórvaxnar tegundir. Aftur á móti er birkið að þekja 40% af skóglendinu, skilgreint eftir FAO, en þessar tegundir eru það bil 60% þessar innfluttu. Skógar, síðan kemur að þessu mikilvæga atriði, skógartiltæki til viðaröflunar. Það eru nefnilega ekki allir skógartiltæki til viðaröflunar og þetta hefur verið mjög mikið umræðin í Evrópu í svona 10 ár og menn hafa verið að reyna að greina þetta. Við höfum tekið þátt í þessari Evrópuvinnu og það sem hefur bara komið í ljós er að þetta er misjafnt eftir löndum og hvað veldur þessu, en hér á landi er það þannig að við söfnum þessum gögnum, hefur söfnað frá 2014 í okkar skógarúttekt og þar sjáum við að það bil einungis svona 58% af skógunum eru tiltækir til viðartekju eða viðaröflunar, en ef við tökum viðarmagnið sjálft þá er stærri hluti af því tiltækur. Það eru þessi stórvaxnu skógar sem hafa mjög mikið viðarmagn, þeir eru frekar tiltækir heldur en þeir sem eru með smávaxnari trjám. Og ef við skoðum þá hvernig þetta skiptist á tegundirnar þá er þetta þannig að, og það kemur eiginlega óvart að mest af lerkiskógunum eru tiltækir, 98%, en minnst af svona þessari blöndu sem heitir aðra tegundir. Það er þá bara 67% af því og þar er eins og ég sagði áður, þar getur verið eitt og annað inni víði tegundur og alls konar sem eru þá notaðir þá meira í útvistarskógrækt og landgræðsluskógrækt sem eru þar. Ég reyndi síðan að skipta þessu niður á svæði, kjarnasvæði og þegar maður skoðar þetta í korti þá sér maður mjög vel að það eru 3 kjarnasvæði viðarmagns á Íslandi. Það er Suðvesturland, það er Norðurland og það er Austurland. Og þessi svæði þau eru bara, ef við skoðum þessi kjarnasvæði þá er það þannig að þau eru bara frekar jafn stór hvað varðar viðarmagn
en tegundasamsetningin mjög misjöfn. Til dæmis mest af Rússa- og Síberíulerki auðvitað á Norður- og Austurlandi. Tiltækt viðarskipt og timburgerðar tegundir eru hér þá og við greinum tegundir í öll tré sem eru með 2 metra, hafa náð 2 metra hæð, þá reynum að greina timburgerðir þeirra í þessa flokka sem þarna eru. Við erum með 5 metra bein af stofninum og 3 metra bein og 2 metra beina og það sem kemur í ljós þarna að sitkagrinn og bastarður eru svo tegund sem eru með mest af timbri sem hægt væri þá að nota í borðveiðar framleiðslu. Aftur á móti ágætis flokkar í bæði í rússalerki og alaskösp og kannski staðan fyrir hann síst af þessum. Síðan höfum við hérna tiltækt viðarmenn hvernig það skiptist á milli landshlutanna og þá Suðvesturland með, eins og ég sagði áðan, mest viðarmagn, en þessi 3 landshlutar eru að skiptast frekar jafnt og gæðin eru, já, alveg ágætt bæði á Austurlandi og Norðurlandi í þessum 3 flokkum og það bil, já, meira rúmlega helmingur er í gæðaflokkum að það sem væri hægt að ná hérna út timbri. Ég hef sýnt þessar glærur hérna áður og þarna ég farin að skoða meira þá skógarhöggið og skógarvöxtinn eða skógarnýtingarmöguleikann. Við erum að nýta allt og lítið af timbrinu sem í skógunum, af viðarmagninu sem í skógunum núna. Nýtingar hlutfallið það bil 13% í dag sem mjög lítið og ef við myndum auka það þá gætum við bara upp í 50%, þá gætum við verið að höggva núna á bara næstu 2 áratugum það bil 40-50.000 rúmmetra og við höfum nú sýnt fram á það að í framtíðinni, þetta graf sem við gerum, ég og Ólafur Eggertsson, að þá bara eftir í hvað við veljum að rækta mikið af skóg, þá erum við að fara að framleiða svona 250-300 rúmmetra af nýtanlegu timbri á ári hverju, sem bara meira heldur en við erum að flytja inn á hverju ári af viðarafurðum. Þannig að þetta orðin auðlind sem fer að skipta verulegu máli í framtíðinni. Og þá það bara síðasta glæran sem sýnir alla mæðiflutan okkar og ég ætla að þakka þessum ágætu starfsmönnum Lands og skógar sem hafa hjálpað mér við að gera þennan ágæta fyrirlestur. Takk fyrir. Einu eða 2 spurning, það fá allir ekstra tíma að nefna Heiðmörk. En, já, Bjarni Dýrveig, nýbúin að vera í Heiðmörk, takk. Arnór, þetta var mjög flott yfirlit sem þú gefur okkur yfir auðlindin okkar og nú Ágúst að segja okkur að eitt aðalmarkmið nýrrar stofnunar sjálfbær landnýting, sjálfbær nýting og það á vissulega veginn í skógræktinni og þú ert að sýna okkur að við getum aukið nýtinguna. Kannski aðeins bara útskýra starfandi viðarmagn eða það sem þú kallar vaxandi viðarmagn og svo meðal framleiðni eða meðal ársvöxtu skóga. Af því að það sem við lærum sem kennisetningu í skógræktinni að við getum tekið úr skóginu svo lengi sem við verðum að taka meira heldur en ársvöxtu. Já, við svona eðlilegar aðstæður í skógarlöndum annars staðar en á Íslandi, það ekki eðlilegar aðstæður hér. Það sem jöfn aldursdreifing. Já, það sem jöfn aldursdreifing skóga. Þá hægt að bera saman viðarvöxt, árlegan viðarvöxt sem þá reiknar út fyrir skóginn í heild sinni við þá skógartekjuna sem á hverju ári, viðartekjuna sem tekin út úr skóginn. Og þetta gert svona til þess að fylgjast með hvort að barómetrinn réttu megin við núllið eða ekki. Við gætum ekki gert þetta hér út af því að við erum með allt of mikið af ungum skógi
Þannig að ef við færum að höggva jafn mikið og skógurinn vex hér, þá myndum við lenda í vesinu. Þannig að þegar við gerum svona, eins og ég sýndi hérna þetta hér, þá þarf það að byggja á einhvers konar módelum eða líkunum og við erum að vonast til þess með nýrri umbótaáætlun í sambandi við loftslagsmál að þá getum við farið að setja meiri vinnu í það að útbúa betri módel til að gera svona samanburð eins og er sýndur hérna. Það svaraði ég þessu eða? 75%. Já, ok. Ég féll sem sagt ekki. Takk fyrir og takk fyrir fróðlegt erindi.